maður ekki bara what the fuck did you just say to me? Þetta er flugvél. Já, við erum að fara að fluga hérna upp í loftið og við erum að taka hérna og hérna Stína og til hægri Þetta er alltaf hérna. Já, góðan dag, flugmaður ég heiti Magnús Jónsson, ég frá flugvél og Angeli, hvers ég lofa það kallmaður hann thank God you gotta give him that hot tour and spit all that time. Góðan daginn Skál Velkomin aftur Takk fyrir Fengum hvað langt sinni ég var hérna síðast við þetta Tröst og Davíð enn eina ferðina Þeir sem eru að horfa á okkur Ég á fleiri föt Við losnum ekki við á hérna Losnum ekki við á Mamma strastar, mamma stafist Þeir eru að koma að sækja strákan ykkar Þeir eru bara hérna Það er skál Takk fyrir komuna Skál, takk fyrir að bjóða okkur Það var lítið Við ætlum að ræða kvikmyndir í dag Kvikmyndir Uppáhalds og most hated Nei Ekki, akkur ekki Ok Það eru alveg 2 þættir sko Ég er enga Ja, veginn þetta undirbúin er bara chit-chat Við erum að bíða eftir fari Við mekkt hana að gera Ok Uppáhalds bíómynd Bam, Birkir Sko má ég fyrirgeðu ég er enga veginn tilbúin í þetta Sagði samt Birkir Því að okay. ég var bara að rannsaka atomklukkuna og eitthvað fyrir hennan þátt og nú eru þið að tala um einhverja kvikmyndir og ég er bara enga veginn undirbúin í þetta Hvaða atomklukku? The Atomic Clock, það var það sem ég held að við varum að fara að tala um í dag Hann fekk vitlu skilaboð Allan, ég veit Birkis Sko mínar uppáhaldsmyndir eru til dæmis svona fullkomnar myndir Jurassic Park, Lord of the Rings og Back to the Future Þetta eru 3 the perfect movies Ok, af hverju? Og þetta eru kvikmyndir Geggjurök Hvað eru þínar? Sko, ég á uppáhaldsmyndir en ég segi Now you see me Nei, ég segi ekki neina Nei, byrju Og það vantar náttúrulega Saving Private Ryan Saving Private Life Save I love that movie Daði, þetta er Saving Private Ryan ekki Save Ryan's Private Já Thank you Þú veist hvað því Þú þurfti hjálp með þetta Nei, sko, uppáhaldsmyndi mín bara of all time af því að ég held að ég sé mér svolítið skrítin haus Fight Club Hún bara, ég get hort hana aftur og aftur Er það your perfect movie? Nei, það er engin mynd perfect Nei Lord of the Rings 1 Sko, hún getur verið perfect fyrir þig Lord of the Rings, Yellow Submarine eins og Birkir segir alltaf en hérna Fellowship of the Ring fyrir þá sem er ekki inn í brandaranum Já, hérna nei, það er ekki til fullkomin mynd en uppáhaldsmyndi mín er Fight Club af því mér finnst það bara yndislega brainstorming Ok, en þú Tröstir? Ég myndi segja Braveheart Þú ert með allt í þeirri mynd Mjög óaccurate tæmlega séð sko Segir maður sem elskar Lord of the Rings Það er fantasy hitt á að vera byggt á sannsölu og það var það ekki Ég var þarna eins og þú Saved Private Braveheart er mað góð mynd en það er ekki accurate mynd. Nei en William Wallace hann var til Já. Þannig að þetta er byggt á raunverulegum atburðum en ekki raunveruleg já, að sjálfsögðu það er alveg gefið skýrt fram að þetta er ekki heimildamynd sko. Þetta er Hollywood Þetta er Óskarsverðlaunamynd, hvað er látt ekki svona? Já, nákvæmlega. Það er nefnilega munurinn á þegar þetta er byggt á einhverju, alveg svo 300 er byggt á einhverju, en þetta er ekki heimildamynd. Það var heimildamynd. Það var heimildamynd. Daði fílaði hana út af allum olíubornum hvað með þig? Kallmennunum.
What the fuck, man? Hvað með þig? Bara ofbeldi hérna í stúdíu. Sko, mér finnst American History X. Hún er þung. Hún er heavy. Wow, Davíð. 100%. En ef þið pælið í Er það bara mynd sem þú horfum? Þetta er ekki mynd sem er bara gerð til þess að búa til dollara fyrir Hollywood. Ok. Af því að það er enginn að fara að horfa á þessa mynd alveg eins og Fast and the Furious eða Lord of the Rings. Þetta er ekki peningamaskina. Það voru mjög mikið af fólki sem voruð á þessa mynd. Já, og það er ákveðin típa af fólki. En þetta var ekki mynd sem var gerð til að vera einhver peningamaskina. Handritið var geggja gott. Myndin var sjúklega góð, hún var vel leikinn og allt saman var snilld við þessa mynd. Og ég er ekki að segja það að boðskapurinn hafi verið góður í upphæði myndarinnar, ég er bara að tala að myndin hafi verið góð af því að gæði náttúrulega breytist yfir myndina og verður síðan algjör andstaðan á sjálfum sér á upphæðinu. Ég segja svolítið þessa mynd. Leikstjórinn afneitaði myndinni. Hann afneitaði myndinni. Ég vissi það ekki. Og sá sem klippti myndina var Edward Norton. Já, ok. Það? Hann tók yfir myndina. Amazing. Og klippti hana eins og hún er. Props til Edward Norton. Já. Ég fíla hann bara ennþá meir í dag. Sko, Edward Norton mínum að þetta er eitt besti leikari efer. Hann er geggjaður, ég elska hann sko. Samt er hann umtalaði fyrir að vera hundleiðilega á setti. Það getur vel verið. Já, hann er líka listamaður sko. Hann er með svo mikla fullkomna áratu. Þess að tók hann yfir og leikstjórnin var bara afneitinni. Þetta er ekki kvikmyndi mín. Já, ok. Hann bara afneita henni sko. En hvað er mynd sem þú horfir mest á? Sem ég horfir mest á? Já, oftast sem þú getur hort fyrir utan Fight Club. Já. Indiana Jones 1, Back to the Future 1. You stole my movie, man. Já, alveg þessar. Back to the Future? Já, til dæmis. Fullkomið mynd? Nei. Já, ok. Góð. En þú, hvað er þröstur? Fríða og dýrið. Beauty and the Beast, teiknumyndin. Ég hef aldrei hort á hana. Mér finnst það svo æðisleg. Það var komið langt. Áttu ekki sjónvarp? Ég hef heldur aldrei hort á hana. Oh god. Hefur þú séð hana? Já. Þegar þú var sko 25 ára þegar það kom út sko. Hann var að horfa á hana með kærustinu sinna sínum tíma. Ungu kærustinni. En síðan getum við tekið Brandraþátturinn er búinn sko. Við skulum hérna. En svo getum við tekið annar vinkil á þetta strákar og sagt sko jólabíómyndir. Já. Þá er ég með 2. Home Alone. Þá eru 3 sko. The Grinch og Home Alone. Home Alone, Christmas Vacation og Muppets Christmas Carol. Grinch? Já. Þannig er ég... Grinch? Nei, ég nenni ekki að horfa á hana. Sko, nú skal ég horfa á þessa 3 líka og Grinch, reyndar 4 árs. Sko, nú skal ég henda á handsprengjuðin í herbergi og það er Die Hard. Jólamynd er ekki. Ég held þú ætlar að segja Schindler's List. Já. Ég meina, Bruce Willis, hann kom fram hérna í róstinu sínu og sagði að hann var ekki jólamynd. Já. En ég vil meina að þetta sé jólamynd. Þetta er jólamynd. Ég horfið á þetta líka. Á Die Hard er jólamynd. Er ein af þeim fullkomnum myndum. Getum við allir 4 í álfurinni í fyrsta skipti í sögu mannkynsins verið sammála það að Die Hard er jólamynd? Já. Nei. Æ, ég fokkaði þetta þig. Bruce Willis sagði nei. Nei, mér er drullu sama. Hann er heila skemmtur. Svo ég nei, þetta stendur mér nærri hjarta. Það er draugur í mikrofóninu. Ég landi mikrofóninu í burtu. Ef Bruce Willis segir nei, þá er ég on board. Spurðu Bruce Willis í dag hvað hann heitir og hann getur lísinu sagt það. Hann sagði þetta fyrir nokkrum árum, þannig að nei. Mér er drullu sama, sko. Það voru bara áhrifin farin að gera Ég ætla að senda Google Translate að þessu og Demi Moore. Já, er það? Já, hún er að fara að koma eftir þér, sko. Nice. Not in a good way. Ok. Ég er með 1. Daði, hvað er your guilty pleasure? Bíómynd? Já. Sem er ekki bara stjörnumynd. Sem er ekki stjörnumynd sem þú bara getur alltaf hort á og er kannski bara ömuleg. Þetta er rosa djúp spurning, sko. Ég sé bara stjörnumyndir. Ég er að hugsa alls konar. Ég myndi segja náðu þessu kerfinu þér. Ég myndi segja Police Academy 1 eða Revenge of the Nerds.
Það var mjög góða myndir. Revenge of the Nerds er æðislega sko. Svona, veist, algjöru pervertar að horfa á stelpur nördar, ekki röglega nördum við perverta. Þeir eru pervertar að horfa á stelpur í sturtum og hefur hort á þessa mynd. Eitt klæði sig í búning kærastans. Nei, hann klæði sig í Darth Vader búning. Já, sem kærastinn var. Já, og hann sefur hjá stelpunni. Hann basically nauðgar stelpunni í myndinni. Þú manst meira eftir henni ég kannarlega, ok. Já, hann gerir þetta, ég er alveg sammála. Ok. Hann nauðgar hann ekki, hann bara vildi á sér heimildir. Hann vildi... Hún reðst á hann. Já, hún sefur hjá honum. Já. Hún veit ekki hver þetta er. Í hoppukastala. Já. Ok, ég man ekki eftir þessu atriði. Þetta er basically nauðgun, sko. Ég man ekki eftir þessu atriði, ég skrifaði ekki myndina Birkir, ok? Þú veist, what the fuck? Þraustur, við slum fara yfir í einhver aðra sem er ekki nauðgunarmynd. Já. What the fuck is going on? Ok, Serbian film. Wow. Hún er rosaleg. Þraustur, hvað er svona ég guilty pleasure? Guilty pleasure. Guilty pleasure. Ég tala alveg að ég bara stoppi í miðju setningu. Ég er búin að fá mér á aðeins svo mikið. Heila blóð. Sko, það er eiginlega bara Sandler myndirnar, sko. Já, Schindler. Nei, ekki Schindler List. En hérna, Adam Sandler myndirnar. Þú veist, við erum að tala um 50 First Dates, Wedding Singer. Little Nicky. En svo ætla ég að slæta hérna inn Boondock Saints. Nice. Það þarf ekki að vera guilty pleasure. Það er klikkumynd, sko. Tvö er hróðaleg, sko. Já, tvö er mjög Hún er ekki eins góð. Hún bara átti ekkert að vera gerð, sko. En eitt er klikkur. Ég sýndi sko stráknum mínum sem er 15 Boondock Saints. Hann var bara damn. Þeir eru fucking svalir. Og veist, með tattúin hérna á hendinni eins og ég og eitthvað svona. Ég er, pappin er svalur líka. En það guilty pleasure. Ég veit það ekki. Þú veist, ég er líka með Indiana Jones fetish. Þú veist, ég kann Indiana Jones 1 utan að, sko. Já, þetta er blæti hjá mér, sko. Ég elska Indiana Jones myndunar. Nightmare Before Christmas. Ég get hort á hana allan ársins hring, sko. Ég skil ekki fólk sem fílar hana. Mér finnst þetta svo leiðileg mynd að ég bara... hún er mjög góð. Mér finnst hún fín, en þú veist, ég er ekkert eitthvað obsessed, sko. Það er bara eitthvað, þú veist, cinematografíð, allt saman, ég er að fara að hljóma svo Birkir. Kvikmyndataka. Cheap shot. Nei, þetta er ekki kvikmyndataka því að þetta er allt saman stop motion. Þetta er, þú veist, bara það allt saman, þú veist, lögin og þú veist, mér finnst hún allt ógeðslega töffið saman, sko. Já, ekki saman. Ekki saman? Nei, ég er ekki saman. Ég er að reyna að finna hérna eina mjög mikið uppáhaldsmynd sem er með Josh Brolin, það er ekki Goonies, þó Goonies er alveg frábær, sko. Ég ætla einmitt sem My Guilty Pleasure er einmitt Goonies og til dæmis Dirty Dancing. Goonies er ekki Já, Goonies er ekki. Já, herru, mynd sem að Dirty Dancing finnst mér alveg bara það er rosa margir sem elska Dirty Dancing. Lögin mér finnst hún ömuleg. Lögin What? Já Geðveik. og veist, það er hún, Goonies og síðan er Tremors 1. Já, Tremors er classic, sko. En mynd sem ég er að hugsa þessar þrjár veist, ef þær eru bara í sjónvarpinu þá er ég að fara að horfa. Sko, Footloose. mynd, já, classic. Nei. En ekki góð. What? Hún er svona, Footloose? Já, ég fæ gæsa hún, sko, þegar ég heyri Footloose. Ég hef aldrei séð þið taka sporinn, sko. Sko, máli. Þú veist það ekki, sko. Sko, Footloose er lokaðatriði geggjað þegar hann er í traktornum í, Chicken. Já. Þeir eru að keyra hvern annan á 5 km hraða. Mjög spennandi. Það er mjög spennandi atriði. Það er svona, er í hálftíma í fjósinu hérna, skemmunni eða hvað sem hann er í og það sem hann er bara eitthvað svona freaking out. Þegar hann tekur síkó og síðan hann
dansa Já, svo geðveikt. og sér bara allinu klifti yfir í einhvern sko hérna Fimmleika gæja Já En strákar, Svo geðveikt, sko. hafið þessi mynd sem kom út árið eftir Goonies, næsta mynd sem Josh Brolin leiki eftir Goonies er fyrsta myndina, spælið í því mynd nummer 2 hjá Josh Brolin er mynd sem heitir Thrashing Nei hjólabrætta mynd. Ég elska þessa mynd, hún er svo djúpt rotin í bara æsku minni. Þú veist, hann er svona good guy eitthvað í LA, hjólabrættagaur, svo kynast það stelpu og bróður hennar er the badass hjólabrættagaurinn sko. And I'm the bad boy. Hann er bad boy og þessi mynd, hún er svo góð, þetta er bara hjólabrættagengi á móti hjólabrættagengi, hún er svo töff. En ok, á þessum tíma kom önnur mynd sem hétt BMX. Bandits, BMX Bandits Já. með Nicole Kidman. Munið eftir henni. Já. Og svona og þetta var ástæðan. Nicole Kidman, Þetta var ástæðan Ég okkur veit að hvað allir fóru á BMX. áströsk mynd. Það fóru allir á BMX. Var þetta bara áður en hún Áður en hún var huge. Hún var bara ennþá heima í Bara ennþá með krullunar og rautt hár sko. Allir fóru á BMX. Það var einn á rauð BMX, einn á bláu og var ekki gula þriðja. Já. Það var svona gang of BMX, hún hétt BMX Bandits. Já. Þetta er ég held í eigana mér þess að flakkara heima. Downloada hann í löglega. En fyrst við erum að tala um hérna fyrstu myndir einhverja 80s. Hackers 90s, hún er geggjöð. Hún Elska er geggjuð. Hackers Hackers, SLC Punk. Johnny þetta Lee tímabil. Miller og Angelina Jolie Já. koma þarna fram já alveg í topp Og hlutverkum. Matthew Já. Lillard. Matthew Lillard Matthew alveg Lillard. geggjaður Og sko. við hvað? Underrated leikari Matthew Lillard, alveg sko. rosa. Hann er geggjaður. Hann er Tvær frábær. underrated myndir. Það er SLC Punk með Matthew Lillard. já, Já. Matthew Lillard, hann er náttúrulega búin að vera Scooby-Doo Scream og allt það. síðustu Bara 20 árin eða. Frábælegari Hann er sko. búin að Hann er átt að beila á því hlutverki sko. Nei. Nei, hann er Scooby-Doo. geggjaður í því. Ég horfði ekki einu sinni á þessa mynd sko. Nei, Shaggy! hann er að lesa inn á teiknumyndindar Hann er Já, geggjaður. Og Allar leikur teiknimyndirnar síðustu 20 í árin. bíómyndunum. og leikur Ég vissi að bíómyndunum, ég vissi ekki að hann væri að lesa hann á Hann er teiknumyndunum. perfect En casting sko. hinn myndin sem er líka veist, svona underrated er hérna myndin með Val Kilmer þegar hann var punkari hérna Salt Lake City hérna Salt Lake City eitthvað. já, Salt Lake City geggjuð hann, veist, konan hans var myrt Mér ámar í hana sko. og myrt og hann fer svona underground með svona hanakamp og allir tattúr allt í nu og geggjuð mynd að sá hana engin Sá hann engin. Ég fíla Val Kilmer en ég geðveik fucking mynd sko. Það Gæi er sem allt sem Val Kilmer hefur leikið í er gott nema Batman myndina. Já Ég sé verið Batman. ég líka Já. En þú veist, en myndinarnas Top Secret sem er fyrsta fucking myndinars. okay. Top Secret, það er fyrsta Og það myndinars. fyrsta myndir hans Já, svo kom hérna eitthvað TV-series, svo kom Real Genius sem var líka bara frábær. okay. Það var gott okay. Já. þannig erum við Það var komin alveg 80s Top var það Secret er gegn. Hún er svo fyndin. Hún er svo þannig fyndin. erum við sjúklega komin fyndin. í veist svona hvað heitir þessar grímyndir þetta eru það er orðið yfir þessar grímyndir Þetta er svona Naked Gun. já, það er neitt Já, svona Já Tombstone og Heat, ég er að lesa henni við fyrir. Nei, sko, hann er með sko Hann var að leki myndir Robin hjá Val Hood Kilmer, sko. Var það ekki Val Nei, það var Carrie Elves. Carrie Elves Já, Carrie fyrirgeðu, já í Robin Hood Já, Men in þarna Men in Tights. Tights já. Sjúklega fyndin Pælið því, Carrie Elves og Já. Jim Carrey voru að berast mynda hlutverk. Já, Jim það Carrey. Robin Hood, Men in Tights. Vá, hvað ég Ka- sé ekki fyrir mér Nei, Jim Carrey Carrie Elves vann, Já. þeir eru búin að vera bestu vinir síðan. Nei, nice Þeir eru bestu fokkin vinir. Vá, Carrie feel good Elves story, og Jim maður. Carrey. Þetta Það eru er bara, geðveikt. þetta eru bara honesty best buds. Mér finnst Ég það elska rosalega- Carrie Elves líka sko. Það eru Já. geggjaði báðið, sko. Mér finnst svo sorglegt að Carrie Elves já, strákar, Princess Bride Já. Princess Það er Bride, það er einn af guilty mínu pleasure sama hér dauðan, sko. sama hér Ef einhver er að hlusta þessi þáttur fyrir þá sem eru fættir milli 80 og 90. Og testosterónið fór út Já. Nei, sko, Princess Bride er Classic. og meiri segja var
Hvað My heitir name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Prepare to die. Þetta er geðveik mynd sko. Deadpool, hann tók hérna jólamyndina sína. Hann tók Deadpool og breytti henni yfir úr bannanu 16 yfir í bannanu 12 og tók Princess Bride. Þá rændi hann sem sagt leikarunum sem var strákurinn. Já. Það var bara hann fullorðinn. Rændi honum og var að segja sögu. Já, hérna Kevin, hérna hvað heitir hann? Kevin Jigger Hart. Ekki Bacon, nei Kevin Hart. Kevin McAllister. Ég var að skoða hann í dag, maður. Ég var að horfa á þetta daginn. All the Kevins. Nei, hérna og bara það að veist það segir reyndar hvað Ryan Reynolds er gamall, hann er bara svipum aldrei við. Hann er svo að hitta í okkar markhóp. Hann er meistari sko. Hálfa var í hellingur. Þetta er þessi maður og fólki á bakvið hann eru snillingar. Nei. En það elska ég hann leikara, hann er Ryan Reynolds. Hann er mjög, hann er það, ok, sidetrack. Hann er það mikill snillingur. Hann keypti náttúrulega hérna T-Mobile, hluti í því. Já, ég ætla að, 25. Mint Mobile. Hæ? Mint Mobile. Er það Mint? Ekki T-Mobile. Veist þetta var hérna Mint. Já, ok, whatever. Hann heit fucking Fred Savage. Fred Savage. Hann heit Kevin í þáttunum. Já. Veist fólk alveg hlusta bara what the fuck the talking about. Við erum út allt sko. Já. En þetta eru myndir sem eru veist, líka allir eiga svona myndir sem svona maður horfir á maður svona feel good. Og það er engin önnur mynd fyrir mér sem bara lætur mig líða ógeðslega vel. Það er Lord of the Rings. Leiðum að heyrir byrjun á stefið, þá er maður bara shit, þetta er bara nice. Og þetta í 3 ár frá 2001 til 2003 þá fórum við í bíó á þessa myndir Jesus Christ, það er að gera þetta og veist þetta var bara desember myndin og þetta var þannig byrjuðum við veist, að fara í bíó í desember. Það er ekkert svona lengur veist, þetta eru 20 og eitthvað ár síðan og núna, hvað er í desember núna? Marvel Nei, ekki einu sinni. Nei, ekki einu sinni það. En mynd sem að ég man eftir sem að svona slóman Boys in the Hood Cuba Gooding Jr. Það var alveg svona komin nokkrar þannig myndir. New Jack City, Boys in the Hood. Þetta var svona ákveðið svona þema í smá stund. Já, algjörlega. Ég tengdi ekki, ég er í Garðabænum sko. Nei, joke. En þú veist, það kom ógeðslega svona þetta kom alltaf í svona senum. Þú veist, það kom í senum. Kom bara svona myndir sem fyttið inn. Ég meina eins og þegar að fucking Scary Movie franchise kom. Hversu mikið koma spoof, not another teen movie og bla bla bla. Nei, líka sko eftir á eins og Scary Movie var ekki fyrst. Nei, þetta er með svona spoof. Alls ekki fyrsta spoof-myndin sko. Nei. En þetta er svona fyrstu sem að gera þetta stórt. Svo kom not another teen movie og bla bla bla. Samt ekki, því að sko eins og Airplane það var spoof-mynd og svo komu hellinga myndum á í kjölfarið á Airplane. Var Airplane að gera mynd af multiple movies? Já, svona stórslessa myndum sko. Þið eru að tala um sikur hlutin. Sko, þið eru að tala um báðir spoof-mynd Scary Movie var með spoof Já fyrri mynd. Þið eru að tala um hryllingsmyndum. Já, ég fætti það, ok. En spoof movies er, þú veist, Top Gun Real Genius og allt það. Þú veist, Real Genius og hvað hétt þið með Val Kilmer svona að tala um aðan? Top Secret? Top Secret var náttúrulega spoof movie, sko. Þú veist, þarna byrjaði þetta. En okkur dó þetta út? Það má ekki gera gríninu. Nei, ég held að það hafi dáið út bara því að þetta virkar ekki lengur. Jú. Nei, þetta virkaði þegar að Airplane kom út. Þetta virkaði þegar að Scary Movie kom út. Þetta virkar þegar þú mátt fara ákveðið langt með brandarana. Það þórið ekki þetta. Munið þið voruð í bíó. Það var hægt að vera að fyndi held ég svo. Þið voru á Scary Movie. Og hún var að, ríða á görnum. Þetta fyrir beintið það.
Já, og hann mjólkaði fyrir allan peningin Hann fekk það og Hún fór skoðst upp í loft loft. Og hann tæmdi sig Og fokkin fyndið og hann var maður. nánast að beinagrind Sigga fyndið. að vera í bíó og Þar fóru þeir svolítið í Indiana Jones þegar gæðin drakk úr byggarnum og bara þú veist, þar fóru þeir í það var fucking hilarious Þetta var fucking hilarious Ógeðslega að vera í bíó síðan maður bara, ekki hafa fjölskyldumynd Scary Movie Nei, við ætlum ekki alveg fara þangað Nei, og þú getur ekki einu sinni farið yfir í Austin Powers sko. Austin Powers myndina A lot of vagina What's your name? A lot of vagina Já, farðu bara horfðu á James Bond myndina með honum Sean Connery Hann að slá konurnar og hann að Hann talaði það í opinberlega í viðtali Þegar séð þetta viðtalið ekki Herru, munið eftir í einu senu þá okkur gaur að fara að skjóta James Bond hann tekur ástkonu sína Hendur henni fyrir og hendur henni niður og hleypir James Bond eitthvað mest að rust sem ég veit sko. Ég þóla ekki þessa myndir Nei, sama hér sko. Það fyrir mér er the overrated movies Algjörlega sammála Overrated franchise Sammála Ég get alltaf hort á, þetta er bara eins og að horfa á allar James Bond myndir eru eins Já, alveg eins og Fast and the Furious eru allar eins En það horfir enginn á þær Fullt af fólki horfir á þær Ég meina, en síðan kemur Fullt af fólki horfir á James Bond Fullt af fólki horfir á klám Fullt af fólki er stupid Fullt af fólki, já Ok, you got me there En svo koma Mission Impossible myndunar Já Sem eru drullu fínar Ekki númer 2 fyrir Birki Nú kveikturu í Birki Pandora's box Birki er farin Hann er farin Birki, hvað er með ræðið? Hann er komin á eintal Hann er komin á háahestin Erum við að tala MI2 Sandy Newton Hversu fucking mikið viðbjöður er þessi mynd Ég verð að segja, með þessa mynd Ég keypti held ég 3 eintök af henni einhvern veginn í D&D-marka á Perlunni 2 var ekki nóg og ég gaf Birki 3 ári röði jólagjöf Mission Impossible 2 á D&D að því hann hatar enga myndar svo mikið sko. Brilliant Þessi mynd er eina af því verstu myndum sem ég á ævinni séð Hvað var það? Ég man það, en hvað var það aftur við þessa mynd? Hún er bara leikonan léleg Sandy Newton Já, málið þessi mynd er fucking viðbjöður sko. Hann hittir hana Já Þannig að þau eru eitthvað svona hún er eitthvað Já, ég er að ræna og ég er líka að ræna og eitthvað svona Ok, síðan fóruð að keira á einhverjum vegi og fara að spjalla á milli bíla Nei og þau klessa hvern annan og þau byrja að snúast og hann bara ég tjellir ég ástfangin á þessari gælu hún eitthvað bara ég veit ekki hvað er að gera, ég er að keira ég er kona og veistu eitthvað og sér faraði út af og hann eitthvað bara ég greip þig og hún eitthvað bara takk og sér bara eitthvað ég elska þig og svona ílt yfir hana sko herru, síðan hann er reiður síðan kemur sko þegar þann fer í the underground Hver er Fast and the Furious núna? Herri, hann fer í underground og til fucking vondakallsins og hann bara veit að þessi vondi kall er að fara að hitta hann er komið með gríma honum og hann er með gríma sjálfum sér og þeir svissa og eitthvað svona fucking kjaftaði sko hann er fucking skitt hann er skitt motherfucker sko herru, síðan þegar hann hlaupa og sparkaði í einhvern og komið bara hvíta fucking dúur þarna ofan í hann fucking komið dúurnar sko dúurnar voru þarna ofan í Og er þetta John Woo mynd? já maður Já herru, allana Hann elskar hvítar dúfur sér svona búið komast upp um mig að ég var með grími oh my god eitthvað fucking ég fucking hata þessi mynd hans herru, hann fer út úr hellinum hann á underground og dúurnar með dúr nei, það var bara allt í hennu fullt af vonduköllum bara við vissum af þér á leiðina hann út þarna út
og koma með hérna mótihjól, hann eitthvað gef mér eitt mótihjól og þeir að skjóta, hann bara býða aðeins, leta á sig gleru Oakley gleru og síðan byrjar hann að keyra maður bara Veistu, mér líður bara eins og ég sé í bíómynd Er það ekki, maður? Jú, þú ert að lýsa þessu geðveikt síðan hann að keyra Má ég taka pásu? já Eigum að tala frekar Nicolas Cage myndir? nei, það eru geggjaðar Já, ég segi það Hann getur ekki gert neitt rangt Þú veist, við erum að tala um hérna já, við erum að tala um hérna Alcatraz Escape from Alcatraz Já The Rock Con Já, Air The Rock Con Air Face Off herðu, ok, takk fyrir að segja eitthvað gott heldur en Daði var að bring it down Já Ég? Hann er bara Hvað sagði bringing ég? it down sko. am I too? Nei, það var þröstur og ég fuck that What the fuck? It was me en, veist, málið, það er enginn sem er jafn góður í að vera bara með allar myndir og öllum drullið saman Já. það er Nicolas Cage Vissu þið að hann heitir ekki Nicolas Cage Já Nicolas Cage Sorry, já, þetta var pínuð hann er grískur, er það ekki? Nei, já, getur verið hann hann heitir í rauninni I don't give a shit Nei, ég man ekki hvað hann kemur upp það var okkar slammið Nei, málið er að frændans heitir svo mikið sem Francis Heitir? Ford Coppola Já sem er alveg pínu frægur Svolítið frægur og hann, Nicolas Cage ákvað sem sagt að vilja ekki heita Nicolas Coppola af því að þá fengi hann bara hlutverkin bara af því að hann er, veit ekki hvað frændans er þannig að hann ákvað að koma fram og sækja hlutverk sem Nicolas Cage til þess að hann fengi hlutverkin út á sin eigin verleika en ekki bara af því að frændans er frægur sem mér finnst fucking awesome og þessi gæi er bara í hæðstu hæðin fyrir mér bara reyndar, leið og vart í The Rock Con Air það vartu bara Face Off Face Off er einhver leikari sem þið vitið sem er bara Fyrir tökunar okkur sem er bara loved gerir ekki drátt hann er hérna John Wick Keanu Reeves Keanu Reeves, já True 100% Er einhver leikari sem að þið þólið ekki? Já Ég er með 2 Þröstur Hvað heitir nýji Batman-görinn? Robert Pattinson Ég þól hann ekki Ég gjössanlega þól ekki trína á honum I hate beautiful faces Já og mig langar að hata hann en He's ég veit too ekki af beautiful. hverju Nei, það er ekki það Mér langar að hata hann bara af því hvaðan hann kemur en ég veit samt ekki, þú veist, það er Hvaðan ekkert sem hann kemur? Kemur Ég Harry Potter? hata hann What? Hann var í Harry Potter Nei, hann var í Twilight, you idiot Áður hann var í Twilight var hann í Harry Potter Harry sko. Potter Hann var Harry Potter Phoenix Fucking hálfvitið. Nei, hérna Ok Sorry Já, alveg rétt En já, allavega, bussur á því Mér langar að hata hann en ég veit samt ekki af hverju Af því að hann hefur ekki gert mér neitt en það er samt bara eitthvað við hans hann er bara fallegur hann var valinn eitt af fallegustu andlutum allra tíma Og Kristen Stewart Hún er gjössanlega emotionless í andlitinu Alltaf Já, það er bara svona við fæðist Og- með Botox Og það vill svo til að þau leku bæði í Twilight sem ég Og deytuðu Og deytuð Myndir sem ég er ekki búin að horfa á ekki Nei, ég er ekki búin að horfa á þér Þetta er bara fólk sem bara fyrir rosalega í töðunar á mér Þau eru bæði glimmer í Twilight nei Ekki bara hún. hann Nei, hún veður Glimmer? Oh, spoiler alert Wow hún varð hún glimmer Glimmer? Herðu, hérna Tvær leikonur sem að fara í töðunar mér Ég veit ekki hvað leikkonur Leikonur ekki leikarar Segðu Amy Nei. Schumer Segðu Amy Schumer Það er enginn sem að fucking Amy Schumer Nei, býtu Ég hef enga skoðan Amy Schumer En það er önnur Amy Ég þoli ekki Amy Adams sem leikur í Superman hana. Hún er rosa falleg Nei, What? hún er fucking annoying Víst Hún er svona rauðhærð eins og Davíð. Ég þoli heldur ekki motherfucking Julia Roberts Þoli hann ekki sko Þessar tvær eru bara svona ef ég sé myndi með þeim þá bara nei, ég vil ekki vera hana ok Þetta sem er Erin Brockovich er ekki mynd fyrir þig Ég sé hana, hún er umlega við erum að fara að loka þessum Já, þeirri ok ok, hvað er ok, Daði Já, your iconic movie það sem þú bara svona mannst eftir og svona nánast breyttir
Nánast breytti mér. Já. Vá. Debbie Does Dallas. Two girls, one cup. Það var þetta að klippa mér til varnar. Svakalega. Nei, veistu, svona í æskunni sem minning, ég held að sé nú bara bættið fyrir sér eitt, sko. En það ekki? Já. En þú, Þröstur? Ég sko Veistu, þetta er basically þegar við vorum yngri bara svona, ok. Hvar var svona turning point bara, herru, vá, þetta var besta mynd sem ég séð? Já, eða þá bara, ok, mér langar að vera svona. Ég er sko, sama minning er á 2 myndum og sama breyting. Það er Willow og Princess Bride. Það eru svona, Ok, þetta eru ævintýramyndir. Þú ert í ævintýramyndunum. Maður satt heima í stofu með mömmu og pappa með kókflösku og lakrísrör. Þetta var laugardagsnamið. Kóki gleri? En þú? Kóki gleri. Nice. Ég er Indiana Jones 1 sko. Ég ákvað það að ætla að verða fornlega fræðingur þegar ég sá Klikkaði? Smá. klikkaði aðeins, Klikkaði? sem betur fyrir en þetta var dreflega þetta starf. En það var Mætti mig sveðju. Erum við ekki að fara Já, að vinna? Nei, með svipu. Hvað er allir nasistofnir? Hvað er þetta, Íslandi? Mætt á þingvellu með svipu og kúrikahatt og bara hvað er þessu fucking nasistar? sko, ég man eftir bara Labyrinth. Labrið, já. David sko, Bowie, rosa flottur. Þegar ég Nei. Jennifer Connelly er svo flott. það er einmitt það sem ég er David Bowie, þröstur. þegar ég sá hana Hann er flottur. Hann er töff, en þú þegar ég veist, sá Jennifer hana Connelly. þá var ég bara Nice. ég er fyrir dökkarar sko. greinilega En stráka, við komum að þessar kynslu og það sem sko Neverending Story var. Oh my Já. god, það er enginn búin að tala um Neverending Story. Nei, byrju, við rosalega eldist hún illa, maður. Alveg svakalega. Er það? Ég horfði hana fyrir svona 5-6 árum. Hún eldist mjög illa. Gréstu þegar að hesturinn Alls drukknaði? ekki, aldrei. Í alvörunni? Ekki einu Sama sinni hér, þá. sko. Ekki einu sinni þá. Þetta út var frá svo þessu áður en við lokum þáttinum þá er ég með eina spurningu á ykkur alla og mig þá Svaraði já. tónlistamyndir. nei, 4. nei Ok. hvaða mynd 42. ok en hvaða mynd lét þig gráta? Hvað myndin þið gráta? Já. My Girl. My Girl, Já. Þröstur, Braveheart. Braveheart Serbian film. í alvöru Nei, ég oh my god ég verð að segja Neverending Story, þetta atriði gjassanlega Hesturinn? wrecked me. Já, Oh my god. it hann er wrecked me. náttúrulega eldri en við Já, ég dó allavega þegar manneskja dó. Þá grít ég. sko, ég var La Bamba Ó, já. La Bamba. Sammála. Nei, Já. greit ekki. Wow. Fucking sad. Það var sad story. ég var þar og hérna La Bamba var geggjuð. Hún er ennþá geggjuð. Ég horfði á hana fyrir áfram árum, sko. það var líka hérna 94 hérna Lion King Já, ég greit ekki þá. Nei, greit ekki. þegar pappin dó sko. Ah, nei, Já. mjög Já, drögg. ég veist ok, I have reasons Já, reynda. Gefðu það. I have reasons Gefðu það. Mér langar svo að knúsa þig núna, Birkir, sorry. bara, Gefðu það. Já. en veist það finna við það þegar, veist, eins og núna þegar við erum allir orðin pappar og maður er orðin aðeins mýkri Heldur betur. það er allir hérna orðin svona mýkri Heldur við vorum þegar við vorum úlingar? Já, já, já. Já. en núna í dag hefur einhver mynd látið eitthvað svona ekki svona heldur bara svona Sko, það er ríku í loftinu ég fyllir álurinn ég hef grátið yfir auglýsingun eftir ég var pappi, sko. já, eitthvað Ég hérna en engin mynd það kom kökkur í hálsinni yfir John Wick. Þegar hundurinn dó. Já, bíllinn var, konan fór. bíllinn þegar Konan dó. Bíllinn var stólið. Hundurinn var drepinn. Ég meina, þú veist, it's the trifecta. en þú Daði, er eitthvað ný mynd sem þú svona Ekki sem ég man eftir, en ef það er eitthvað svona bad missi pappa eða pappi missi bad, þá er ég alveg svona Og sáu þið einhvern ekki tímann sem ég man hérna eftir, sko. sáu þið einhvern tímann, hvað heitir hún? Marley and Me.
Horfðið á hana? Já, ég þóla ekki á hún Wow. Ég horfði reyndar aldrei á hana en ég er bara My heyrt dog just died, wow Wow. He's so cold. Wow. Ói, bara Ef að einhver annar en Owen Wilson er leikað aðtökið þá hefði ég kannski getað tárast Já, ég er samanlega Ég horfði aldrei á hana en ég veit að hún algjör Marley tilkvæmstur. just died Wow. Wow Look at my nose Wow Herðu, er það ekki bara góðir? Þið komum til vitlega Þetta er skrítið þáttur Takk fyrir kvöldið.